Já, þá liggur þessi niðurstaða fyrir. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, hann ætlar að vísa lögunum Icesave til þjóðaratkvæðagreiðslu. Eins og þið heyrðu þá var hér fjörugur blaðamannafundur á eftir, en við vísum bara aftur núna yfir í aðalstúdíó sjónvarpsins til Boga Ágústssonar sem býður þar með viðmælendur. Takk fyrir það, Sigurður Hagalín. Hérna hjá mér í myndvélinni Stefanía Óskarsdóttir, stjórnmálafræðingur, og Guðni T.H. Jóhannesson, sagnfræðingur. Við ætlum að ræða þessa ákvörðun forsetans og mörg efni í sambandi við hana, en fyrst ætlum við að fara í stjórnarráðið þar sem að Lára Ómarsdóttir og ætlar að leita viðbragða frá ríkisstjórninni. Lára. Já, það verður nú lítið heyrst til hennar eins og hér inni í stjórnarráðshúsinu eru forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir og Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra. Við höfum ekki náð í Steingrím J. Sigfússon fjármálaráðherra síðan í morgun, en það búið að ákveða að halda þingflokksfundi. Vinstri grænir og Samfylking ætla að hittast á þingflokksfundum klukkan 5 í dag. Síðan að vænta að mér skilst einhvers konar fréttatilkynningar frá ríkisstjórninni. Við vitum ekki hvort það búið að ákveða að kalla hana saman, en það þó talið líklegt og við bara verðum að fylgjast með hérna niður í bæ og reyna að sjá hvaða viðbrögð ríkisstjórnin hefur við þessum tíðindum. Já, takk fyrir það, Lára. Og þú heldur áfram að fylgjast með. Þarna við ætlum að ræða hins vegar þessa ákvörðun. Ég ætla fyrst að byrja ykkur að spyrja, þegar að yfir 70% þingmanna samþykkja ákveðið mál. Forsetinn var spurður þetta, honum fannst ekkert óeðlilegt við það þó að hann vísaði því máli til þjóðaratkvæðagreiðslu. Stefanía, hvað segir þú? Þetta, eins og hann spurður, hann að ganga gegn þingræðinu? Nei, hann alls ekki ganga gegn þingræðinu vegna þess að þýðing þingræðis það að það þingi sem velur ríkisstjórn og þessi ríkisstjórn situr á forræði meirihluta Alþingis. Þannig að, og það óumdeilt að hér þessi málskotsréttur forsetans sem hefur hún hefur bara verið beitt fyrsta sinnum. Já, nú þriðja skipti. Þetta fyrir nú að vera minni tíð í hvað skiptið eitthvað. En það sem athyglisvert í þessu það að Ólafur Ragnar hefur verið að þróa einhvers konar, getur sagt, nýja túlkun á þessari stjórnskipun sem við höfum. Það að segja, maður gat velti fyrir sér núna áður en að hann kom fram með þetta í dag, hvort hann myndi hafna staðfestingu á lögunum eða skrifa undir. Og mér fannst líklega að hann myndi fylgja eftir þessari svona skýringu sem hann hefur verið að setja fram, þessum söguþræði sem hann hefur rauninni verið að svolítið að hanna, sem þessi að hann sé nokkuð skonar þjódd fólksins, dyraverður þjóðarviljans sem að svona passar upp á þessi jafnvægi milli þjóðarviljans og niðurstöðu Alþingis. Og við getum sagt ástæðan fyrir því að þetta á svona mikil hljómgrunn núna, þessi aðferðafræði forsetans sem auðvitað skrifuð í stjórnarskrána, heldur mig í rekja til hrunsins. Það að segja að það svo lítið traust á þingmönnum almennt og það að vísa þessi þjóðaratkvæðagreiðslu í fyrra, það færði fólki svona ákveðin, empowerment sem maður segir á ensku, sem að fólki kannski vill ekki draga þetta vald tilbaka og hann svolítið að spila á þetta og þróa þessa kenningu áfram. Já, þannig að þín niðurstaða svo að þetta sé fullkomlega eðlilegt og hann sé ekki að brjóta gegn þingræðinu, en hins vegar ef það gerist. Við erum að tala um 70% þingmanna. Já, nú bara þetta getur farið í tvær áttir. Þetta brýtur gegn þingræðinu ef það til dæmis gerist núna á eftir að ríkisstjórnin ákveður að segja af sér í kjölfari á ákvörðun forsetans. Þá er komin ákveðin inngrip inn í hvernig ríkisstjórnin situr í landinu. En hann tók skýrt fram sjálfur að hann telur ekki að þetta hafi í för með sér neina breytingu á stöðu ríkisstjórnarinnar. Það gerðist ekki síðast og jafnvel þó að þetta væri fellt með yfirgnæfandi meirihluta þeirra sem tóku þátt, þá urðu enga breytingar á ríkisstjórninni, enga breytingar. Guðni, hvernig myndir þú þetta þingræði þetta inngrip forsetans? Já, má segja að við nú skapast gjá milli þings og forseta og eitt af því sem Ólafur Ragnar minntist á í yfirlýsingu sinni var það að hann tók með í reikningin að það hefði ekki orðið alþingiskosningar í millitíðinni og eigi það að skipta máli, þá fer maður að spyrja sig
núna eftir þjóðaratkvæðagreiðslu eins fljótt og verða má eins og stjórnarskráin kveður á hvort að það þýðir þá ekki að verði niðurstaðan sú að lögunum verði synjað í atkvæðagreiðslunni að ríkisstjórnin verði hreinlega að rjúfa þing og boða til kosninga því að þá kemur sem sé þetta nýja þing saman. Þannig að en allt vekur þetta upp mikla spurningar núna og þetta allt í mikilli óvissu. Lögin ennþá í gildi. Eins gott kannski fyrir þá sem vilja kjósa lögin að það ekkert kveðið á greiðslur 1, 2 og 3 í þeim. Því að þau eru í gildi þangað til niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar liggur fyrir. Já, einmitt. Þannig að nú bara að bíða og sjá og væntanlega vilja ríkisstjórnarflokkarnir og aðrir á Alþingi sem stóðu að samþykkta lagana þar bara vilja taka slaginn og reyna að sannfæra sitt fólk að þetta sé það illskásta í stöðunni. Áður en við förum út í það hvað muni gerast þá annað sem að forsetinn sagði, hann sagði að það væri forsenda þess að Alþingi færi eitt með löggjafarvaldi væri að það væri víðtæk samstæða sem væri ekki fyrir hendi núna. Hann vísaði í skoðanakannanir, hann náttúrulega vísaði í undirskriftasöfnuna sjálfsögðu, en að vísaði í skoðanakannanir, ég man nú ekki eftir nema einni en það kann að vera að það fari fram hjá mér, þó hann hefði talað í fleirtölum. Það eru reynda 2 skoðanakannir, önnur sem var í fréttablaðinu fyrir jól, eftir að samning og þar var... Það var fylgi við samningin. Eins og ég skildi þá var hann að vísa í skoðanakönnun það að meiri hluti þjóðarinnar vildi þetta færi þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta eru 2 kannanir, önnur sýndi stuðning við samningana og hinn sýndi stuðning við þjóðaratkvæðagreiðslu. En eins og hann talaði þá var hann að tala eins og það væri fleiri en einn sem væri þjóðaratkvæðagreiðsluna sjálfa. Burtséð frá því að þá, en það var það nú ekki aðalatriði sem ég ætlaði að spyrja hérna, að þá segir hann að þetta sé forsendan fyrir því að Alþingi fari eitt með löggjafarvaldi. Þá getur maður spurt sig í framhaldinu ef Alþingi samþykkir, kannski ekkert óskaplega umdeilt mál en með litlu meirihluta og einhverjir taka sig til og safna einhverjum tugum þúsunda undirskrifta. Hvað á forsetinn að gera í slíkum til? Þetta tengist náttúrulega mikið að mínum mati umræðum stjórnlagaþing og endurskoðun stjórnarskrárinnar. Væntanlega eru flestir tilbúnir að skoða það að í nýrri eða endurskoðari stjórnarskrá þurfi að vera skýrari ákvæði það hvernig og málum vísað til þjóðarinnar, hvaða skilyrði þurfa að vera fyrir hendi og þar fram til götunum. Því að auðvitað erfitt fyrir stjórnmálamenn að vera á móti því að þjóðin fái að eiga síðast orðið. Hver getur verið á móti því? En að því sögðu þá þurfa held ég að vera skýrari skilyrði það hvenar má taka fram fyrir hendurnar á Alþingi því að við höfum náttúrulega Alþingi sem grunnstoði í þessari stjórnskipun líka. Já, og auðvitað getum við ekki haft það þannig að þessi ríkisstjórnir sem hafa tæpað þingmeirihluta eins og nú algengt að þær geti ekki komið neinu málum í gegn vegna þess að þær hafi bara rétt rúmlega þingmeirihluta. Já. Og þetta svolítið getur snúist upp í það að þeir sem eru, áhrifamiklir innan fjölmiðlana og geta gripa og fanga athygli fjölmiðlana, þeim takist að snúa málum sem að þeir bera fyrir brjósti upp í einhvers konar fjölmiðlasirkus og vakið athygli forsetans vegna þess að og þannig við í rauninni þá komin í ógöngur. Ég vil líka vilja halda því til haga að í dag var Ólafur Ragnar í essinu sínu. Já. Hann var rólegri og yfirvegaðri. Heldur en fyrir árið síðan? Já, og tala nú ekki árið 2004. Þá greindi maður spennuna og jafnvel tauga óstyrk, þó að ég veit nú ekkert hvort hann myndi taka undir það. En Ólafur Ragnar var sjálfsöruggur og hann finnur eða þykist finna stuðning fólksins og ég held að hann hafi verið að gefa til kynna að hann hafi ekkert á móti því að vera áfram á Bessastöðum eftir að þessu kjörtímabili lýkur. Þannig að þú ert að spá því að hann sitji eitt kjörtímabili enn eða sækist eftir því? Ég veit ekki. Fyrir útsendinguna núna vorum við að velta fyrir okkur, segir hann já, segir hann nei og það var ekki hægt að negla það niður og það gildir það saman þessa spurningu Bogi. En hvað gerist nú, Stefanía? Hvað leið langur tími frá því að forsetinn vísaði málinu til þjóðarinnar og þjóðaratkvæðagreiðslan var í fyrra? Það var mánuður og í þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu þá voru stuðningsmenn
Icesave-samkomulagsins, þeir voru bara ekkert með í umræðinni. Þeir lögðust undir feld og það virðist svolítið vera líka bresta á núna vegna þess að hérna berast fréttir að sem sé forsætisráðherra sé ekki til viðtals og ekki fjármálaráðherra, ekki miskusti strax og svona það einhvers konar hangir í loftun að það sé einhvers svona krísa yfirvofandi sem að sko ríkisstjórnin þarf ekki að spila þann leik, hún getur bara farið inn á þessa Línus Ólafs að hér sé allt sem er óspekt, hér hafi ekkert stórkostlegt gerst annað en það, þessu er vísað til þjóðarinnar og hún getur með rökum sagt að þetta sé mikið betri samningur og nú sé bara, það sé gott að fá samþykki þjóðarinnar og svo framvegis, spila það þannig. En ég held að það sé miklu skynsamlegri leikur heldur en að fara einhvers konar stríð hérna við Óla Ragnar eða stríð við þá þessi 60% þjóðarinnar sem að vilja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, fara bara í það að samfara fólk að þetta sé það skást í stöðunni og það taka slaginn eins og Guðni sagði. Já, það er auðvitað það sem, ég meina það ætti ekki að vera erfitt, ég meina 70% þingmanna komist á þessari niðurstöðu líka, þingmenn Sjálfstæðisflokksins margir hverjir, flestir, þeir sem sé skiptu skoðun, þeir komist á þá skoðun að þetta væri það best í stöðunni og þeir hljóta í framhaldinu, í þeirri umræðu sem fer þá í gang, að sem sé standa með ríkisstjórninni í því að sem sé samfara fólk að þetta sé það besta. Já, að því sögðu, það gæti nú verið betra fyrir foringja sumra flokka að halda sig bara til hlés því að átök eru náttúrulega óumflýjanlegt í sumum stjórnmálaflokkum, Sjálfstæðisflokki, jafnvel Framsóknarflokki hver afstaða flokksins skuli vera í hérna aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. En ríkisstjórnarflokkarnir, þeir hljóta að berjast með kjafti og klóm fyrir því að lögin verði samþykkt og það er grundvallaratriði í svokallaðri krísustjórnun að koma strax fram með sitt sjónarmið, þannig að ég ætla rétt að vona að dyrnar á stjórnarráðinu verði ekki lokaðar fram eftir degi og að ekki heyrist múkki forsætisráðherra, skárra væri það nú. Og það myndi ég segja fyrst eftir að Við skulum aðeins breiða okkur niður í Lækjargötu því að þar erum við að sjá núna Össur Skarphéðinsson fara út af fundi og þarna er nú svona aðeins verið að hlaupa með myndavélina út og suður sem var nú kannski ekki beinlínis ætlunin. Fyrirgefðu Stefáni, ég greip fram í fyrir þér. Nei, það væri fyrst eftir að þetta hefði verið fellt í þjóðaratkvæðagreiðslu öðru sinni sem að ríkisstjórnin ætti þá að velta fyrir sig hvort þá erum við komin í þá stöðu að ríkisstjórnin getur ekki setið ef að hún leggur allt undir í þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu sem hún ekki gerði síðast. Nei.